Komiði sæl öll sem öll og velkomin á þennan veffund sem haldinn af sérfræðingahópi verkalýðshreyfingarinnar. En það hópur sem ASÍ, BSRB og BHM settu niður saman og tók til starfa 16. september síðastliðinn. Og honum ætlað að skoða og fylgjast með efnahagslegum áhrifum og samfélagslegum áhrifum COVID-kreppunnar. Hópurinn hefur þegar skilað einni skýrslu áhrif kreppunnar á atvinnuleysi mismunandi hópa. En núna ætlar hann að kynna greiningu sem við höfum unnið að, sem fjallar samanburð á hruninu og COVID-kreppunni sem við höfum kosið að kalla COVID. Nú, hópurinn þannig skipaður að ég heiti Halla Gunnarsdóttir og framkvæmdastjóri ASÍ og fer fyrir hópnum. Í honum sitja Ásgeir Brynjar Torfason sem doktor í fjármálum, Guðrún Johnsen, efnahagsráðgjafi VR, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur BSRB, Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands og sérfræðingur hjá Eflingu og Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM. Og Ásgeir Sverrisson, sérfræðingur ASÍ, starfar með hópnum. Þórólfur Matthíasson, prófessor í hagfræði, var í hópnum og tók þátt í gerð fyrstu skýrslans og hugmyndavinnu hópsins. En fyrirkomulagið á þessum stutta veffundi í dag þannig að Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM og fulltrúi í hópnum fer yfir þessa greiningu og síðan heyrum við stutt innlegg frá forseta ASÍ, formanni BSRB og formanni BHM. Og rétt í lokin höfum við smá tíma fyrir spurningar og þær má bera fram í spjallklukkanum eða ef tími gefst biðja orðið. Nú ef einhverjir fjölmiðlar eru hér og hafa áhuga að bera fram spurningar geta þeir gert það með þessum hætti eða haft samband við frumálendur eftir fundinn. Viðburðurinn tekin upp og upptakan verður birt á YouTube-rás ASÍ og hugsanlega víðar. En ég ætla ekki að hafa þessa kynningu mikið lengri, heldur gefa Vilhjálmi Hilmarsinni, hagfræðingi BHM, orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Takk fyrir. Það deila upp kynningunni. Allt eins og að vera. Góðan daginn, Vilhjálmur Hilmarsson heiti ég, hagfræðingur BHM og hér komin til að fara gegnum stutta greiningu sérfræðingahópsins á COVID-inu og hruninu. Og ég ætla að byrja að horfa aðeins aftur til ársins 2020, nú í lok árs. COVID nokkuð einstakt í íslenskri hagsögu. Af 46 samdráttarárum í 150 ára skráðri hagsögu landsins það eitt af mestu samdráttarárunum. Það að segja, það 100 ár sem við höfum séð meiri samdrátt. Það bara á eftirstríðsárum fyrri heimsstyrjaldar sem við sáum skarpari samdrátt á ársgrundvelli. Þannig að COVID sannarlega fordæmalaus kreppa. COVID markaði líka endalok 40 ára hagvaxtarskeiðs á heimsvísu. Heimsframleiðslan dróst að vísu saman 0,1% árinu 2009, en við erum að sjá nokkurn veginn samfellt 40 ára hagvaxtarskeið frá 1980. Og annað til þess að setja COVID í samhengi, þá 80% af löndum heimsins sem upplifuðu samdrátt á þessu ári. Það 2 sinnum meira en í efnahagsáfallinu árið 2008, hruninu. Þannig að COVID eitt mesta áfall sem fólk sem lifandi í dag hefur upplifað. Eurostat hefur framkvæmt rannsókn á áhrifum COVID-sins á atvinnugreinar og tekjudreifinguna og það kemur svo sem ekki á óvart að þeir sem í mestri hættu á að lenda í uppsögnum að hluta eða öllu leyti þeir sem starfa í þjónustugreinum og þá sérstaklega þeir sem starfa í þjónustugreinum tengt ferðaþjónustu. Þetta samkvæmt rannsókn Eurostat á reynslu allra Evrópusambandslandana.
Og það áhugavert að í öllum löndum Evrópu eru þeir sem eru neðar í tekjudreifingunni mun líklegri til þess að verða fyrir neikvæðum efnahagslegum áhrifum af COVID. Það 2 til 5 sinnum líklegri til þess að lenda í uppsögnum eða öðrum neikvæðum áhrifum tengt COVID. Og munurinn sérstaklega mikill innan þeirra landa sem að reiða sig mikið á ferðaþjónustu og þar erum við að sjá samdráttinn koma verst niður á þeim sem eru með lágar tekjur. Þar á meðal unga fólkið. Og ég hér komin í dag til þess að fara í gegnum greiningu á áhrifum COVID-sins á Íslandi í samanburði við hrunið og sjá hvort að okkar reynsla sé áþekk á við það sem þessi rannsókn Eurostat sýnir. Ég ætla að horfa og sýna ykkur COVID frá 2 sjónarhornum. Annars vegar áhrif á laun og launasamdrátt innan atvinnugreina á völdu viðmiðunartímabili og svo varpa ljósi á áhrif á ýmsa hópa samfélagsins. Sá mælikvarði sem við notum hérna til að bera saman COVID og hrunið samanburður á þróun í launagreiðslum á föstu verðlagi mars til september 2008 og 9 og 19 og 20. Þetta afmarkaður mælikvarði á skammtíma áhrifum á launagreiðslur atvinnugreina. Og við erum að draga ályktanir efnahagsleg áhrif COVID-sins í samanburði við efnahagsleg áhrif hrunsins á afmörkuðu tímabili. Við verðum að athuga það að þetta ekki sambærilegar kreppur þar sem að hrunið að miklu leyti afleiðing undirliggjandi veikleika í íslensku efnahagslífi og hafði í för með sér mikinn skuldavanda og mikil áhrif á velferð yfir lengra tímabil. COVID afleiðing mikils framleiðsluskels og heimsfaraldurs og lömunar á undirstöðu atvinnugreinum sem var ferðaþjónustan í þessari hagsveiflu. Þannig það ber að skoða þennan samanburð með þeim augum. Aðeins til að sýna ykkur nokkrar atvinnugreinar, þá erum við að sjá í COVID-inu atvinnugreinar sem eru neðar í tekjudreifingunni, til dæmis rekstur, gististarf og veitingarekstur, taka mikið högg. Það 42% samdráttur í launagreiðslum til þeirra atvinnugreina milli mars og september 19 og mars og september 20. Og þetta þá mælikvarði á höggið sem að launþegarnir verða fyrir áður en velferðarkerfin eða almannatryggingakerfin taka við. Þannig að þarna erum við að reyna að sjá áhrif COVID-sins á atvinnugreinarnar. Og við sjáum aðra mynd í hruninu, eins og þið munum sjá hér á eftir samantekið, að hrunið lenti fyrst sinn mun meir á þeim sem eru í efri hluta tekjudreifingarinnar. Ef við tökum þetta saman, tökum atvinnugreinarnar og röðum í fjórðunga eftir meðallaunastigi, þá kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Þeir sem voru starfandi í þeim atvinnugreinum sem eru neðarlega í tekjudreifingunni urðu fyrir 6% samdrætti í launagreiðslum á föstu verðlagi á tíma hrunsins, á völdu viðmiðunartímabili. Í COVID-inu höggið meira en 3 sinnum meira. Þannig að þarna sjáum við, og þessi greining staðfestir, að við erum að upplifa sama veruleika á ferðaþjónustulöndin í Evrópu. Nú í COVID-inu hafa opinberu kerfin fengið skjól að sumu leyti og það eðlilega ástæða fyrir því. Þau hafa myndað varnargarð og framlínu baráttunnar við COVID, meðal annars heilbrigðiskerfið, og það hefur mætt gríðarlega á þeim sem starfa í opinbera geiranum. Í hruninu þá birtist samdrátturinn eins og komin áðan hlutfallslega mikið í efri hluta tekjudreifingarinnar. Við erum að sjá það
að miklu leyti hér líka, og ég vil taka fram að þeir sem eru starfandi til dæmis í flugi að taka á sig mikið högg og það ekki að fullu endurspeglað í þessum tölum þar sem að laun og uppsagnarfresti borguð af ríkinu koma hér inn. En það ekki talið hafa afgerandi áhrif á meginniðurstöðuna sem sú að COVID í miklu meira mæli kreppa þeirra sem minnst mega sín en sem komið Ef við tökum saman launasamdráttinn í íslenska hagkerfinu á tímabilinu mars til september 8 miðað við 2009 og sömu viðmiðunartímabil 1920, þá sjáum við að svo virðist sem að hagur þeirra sem eru með lægstu launin hafa verið varinn fyrst sinn í hruninu. Og þarna erum við bara að tala tekju- og afkomuöryggi. Í kófinu 42% af samdrættinum að lenda á þessum greinum. Þetta grundvallarmunur á kófinu og hruninu. Ef við skoðum áhrif á ýmsa hópa samfélagsins, þá kemur líka margt áhugavert í ljós. Það ennþá þó nokkur launamunur í íslensku hagkerfi milli kynjanna og hann eykst með aldri. Vinnumagn líka breytilegt milli kynja, konur eru meiri hlutfall í hlutastörfum og eru hlutfallslega fleiri í þjónustugreinum tengdum ferðaþjónustu og öðrum þjónustugreinum sem að hafa tekið mikinn skell, til dæmis hvað varðar sóttvarnaráðstafanir og annað. Þannig að við erum að sjá það hér að það mjög líklegt að konur séu að taka hlutfallslega mikinn hluta af samdrættinum. Ef við berum saman hlutdeild kvenna á Íslandi í þeim greinum sem koma illa út úr kófinu annars vegar og hins vegar mynda framlínuna í baráttunni við kófið, þá kemur margt áhugavert í ljós. Konur eru í mörgum samdráttargreinum, til dæmis eins og flutningum og geymslu, rekstur gististöð og veitingarekstri, eru þær fleiri heldur en karlarnir, hlutfallslega fleiri. Þannig að þarna sjáum við áhrif kófsins, neikvæð efnahagsleg áhrif, koma illa niður á konum. Í opinberri stjórnsýslu eru þær hlutfallslega mun fleiri líka og ég tek fram að þessa tölu miðast við Eurostat tölur á 3. ársfjórðungi 2019 og í fræðslumálum einnig. Þannig að ég velti bara upp þeirri spurningu hérna, bera konur hlutfallslega meiri byrðar af kófinu á Íslandi en í Evrópu? Og ég tek fram að alþjóðlegir greiningaraðilar eru sammála það að þessi grundvallarmunur á kófinu og hruninu að því leyti að það sé kynjahalli í samdrættinu núna gagnvart sem sagt hvað varðar konurnar, en karlarnir hafa miklu leyti fyrst sinn tekið samdráttinn í hruninu. Þannig að við erum að sjá öfuga þróun. Og til að setja þetta í samhengi við raunstærðir, þá vann lífeindafræðingur í fullu starfi 43 yfirvinnutíma í apríl að meðaltali. Þetta meðaltal fyrir landið, en við sjáum mun dekkri mynd til dæmis á sumum svæðum á landsbyggðinni. Það gríðarlegt álag á opinberu kerfunum og sérstaklega á heilbrigðisstéttunum. Og þeir hafa myndað framlínuna og þær greinar gagnvart kófinu. COVID hefur líka komið illa niður á ungu fólki á Íslandi. Annars vegar vegna þess að ungt fólk líklegra til þess að vera í neðri hluta tekjudreifingarinnar og hins vegar vil ég nefna hvað varðar ungt fólk á erlendum uppruna að það hlutfallslega mikið í ferðaþjónustunni og við sjáum aukningu í fjölda og atvinnuleysisskrá milli októbermánaða 2019 og 2020 meðal útlendinga hlutfallslega meiri en meðal Íslendinga. Þetta má líklega skýra að hluta með því að
aðsókn í nám enn sem komið hefur verið meiri meðal íslenskra ungmenna heldur en erlendra. Þannig að þetta ákveðin svona lýsing á stöðunni sem rímar að miklu leyti við rannsókn Eurostat. Og að lokum þá langar mig að sýna hér og segja ykkur frá því að svo virðist sem að hlutdeild ungs fólks 16 til 29 ára sem hefur atvinnist lengur en 6 mánuði hafi skotist upp í hruninu og við höfum ekki náð að vinna okkur frá því eftir það. Þetta má hluta skýra með því að við höfum ekki verið að búa til störf fyrir þetta fólk. Og ég vil til dæmis bara nefna það sem fulltrúi Bandalags háskólamanna að fjöldi háskólamenntaðra á atvinnuleysisskrá í sögulegu hámarki. Þetta mikið vandamál til framtíðar. Og aðeins að taka saman helstu ályktanir áður en við horfum til framtíðar, þá erum við að sjá það að samkvæmt þessu mælikvarða þá virðist COVID leggjast margfalt meir á neðri hluta tekjudreifingar en aðra hópa launafólks. Og þáttur opinberra kerfa í baráttu við veiruna skýrir aukningu í álagi og skjól opinberra kerfisins gagnvart samdrættinum að miklu leyti enn sem komið Þetta í samræmi við reynsluna í Evrópu. Og eins og ég kom inn á áðan að það eru vísbendingar að konur séu sérlega útsettar fyrir efnahagslegum áhrifum kófsins. Og þær eru hlutfallslega fleiri í framlínustörfum á Íslandi heldur en meðaltalið í Evrópu. Það eru flestir alþjóðlegir greiningaraðilar sammála það að áhrif kófsins munu vara langt inn á þennan áratug og það verkefni atvinnulífs, stjórnvalda og verkalýðshreyfingarinnar að marka framtíðarsýn sértæk úrræði til að taka á ýmsum áskorunum sem fram undan eru. Hér í lokin ætla ég að nefna nokkrar af þessum áskorunum en á nýju ári mun sérfræðingahópurinn fjalla sýn sína á sértækar aðgerðir af meiri nákvæmni. Af nokkrum áskorunum framtíðar tengt kófinu langar mig að nefna 2. Aukinn ójöfnuður og fábreytni útflutningsatvinnuvega í íslenska hagkerfinu. Verkefni framundan að koma í veg fyrir aukinn ójöfnuð í kjölfar kófsins. Við höfum séð að COVID allavega til skamms tíma að auka tekjuójöfnuð í íslensku hagkerfi og að koma illa niður á þeim sem eru hlutfallslega eignalágir með aðra hópa samfélagsins. Þetta staðfest af öllum alþjóðlegum greiningaraðilum og þeir hafa lýst áhyggjum sínum hvað varðar þessa ógn. Alþjóðabankinn telur að COVID-19 muni fleyta 150 milljónum manna undir fátæktarmörk fyrir árið 2021. Það 20% aukning. Og þeir segja vonum að útrýma fátækt fyrir árið 2030 sé lítil ef ríkisstjórnin bregðast ekki við þróuninni. Og þeir taka sérstaklega fram að COVID magni sérstaklega upp áhrif loftslagsbreytinga á fátæktina. Það að segja að kóf og loftslagsbreytingar séu mesta ógnin við tekjuójöfnuð í heiminum á þessum áratug. Og taka sérstaklega fram að lönd heimsins þurfa að undirbúa sig fyrir breyttan heim að loknu kófi og horfa þurfi til breyttra áherslna í fjármálastefnu og peningamálastefnu ríkja. Það eru vísbendingar á Íslandi aukinn ójöfnuð sem hafi birst á árinu. Annars vegar í tekjudreifingunni og hins vegar í eignadreifingunni. K-hagvöxturinn hefur verið eitt af orðum ársins. Með því átt við að þeir sem eru ofarlega í tekju- og eignadreifingunni hafa séð hag sinn vænkast á árinu, meðan þeir sem eru neðarlega hafa tekið hlutfallslega stóran skell á árinu. Atvinnugreinar á Íslandi gengur misvel á árinu
við sjáum til dæmis að verslunin horfði fram á aukningu í veltu í smásölu á föstuverðlagi 13%, meðal aðrar greinar horfði fram á algjört hrun. Hækkun hlutabréfavísitölunnar OMX10 milli ára nú 15%. Sveiflurnar voru miklar en hækkunin raungerðist. Og hækkun fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis 6% milli októbermánaða. Þannig að það eru vísbendingar það að Ísland hafi einhverju leyti upplifað hagvöxtinn á árinu. Að lokum, þá langar mig að nefna að leita verður allra leiða til að auka fjölbreytni í útflutningsáttökum. Ísland miklu sveiflukenndara hagkerfi heldur en heimurinn allur. Í samanburði við heiminn. Og staðalfrávik hagsveiflna á árunum 1996 til 2019 sýnir að Ísland var 90% sveiflukenndara en Evrópulöndin á þessum tíma. Velferðarstigið hátt en sveiflurnar eru miklar. Á þessari öld höfum við horft fram á tvær hagsveiflur sem við getum kallað hér hrunsveifluna og kósveifluna. Báðar byggðu á búhnykjum að miklu leyti og einni atvinnugrein. Landsframleiðslan jókst mun meir en í Evrópulöndunum, en við erum að sjá núna að samdrátturinn líka mun meiri. Við byggjum mikið á einni stoð í hverri hagsveiflu. Og í lok þessara hagsveiflu, og þetta nýjustu alþjóðlegu samanburðargögnin, þá sjáum við að hlutdeild flugþjónustu, veitingaþjónustu og gististaða í landsframleiðslunni voru hvað mest á Íslandi innan Evrópu og 2 sinnum meira en Evrópumeðaltalið. Þau lönd sem við berum okkur helst saman við, Norðurlöndin til dæmis, eru aðeins með brot af þessu hagræna mikilvægi innan þeirra hagkerfa. Náttúran vissulega mesta auðlind landsins og við sjáum það líka í útflutningnum. 80% af útflutningnum má tengja beint eða óbeint við náttúruauðlindirnar. Þetta mikið vandamál til framtíðar og það ekki nóg að við ætlum að tryggja óbreytt velferðarstig, landsframleiðslu sem einn mælikvarði á velferðarstig, heldur þurfum við jafnframt að minnka sveiflurnar. Og það verður gert með því að leggja áherslu á menntun og nýsköpun til framtíðar. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þessa greinargóðu yfirferð. Ég sé að það eru spurningar þegar byrjar að berast og ég bið ykkur sem eru þáttakendur í fundinum, ef það brennur eitthvað á ykkur, þið getið sett það inn í spjallgluggann eða inn í Q&A-gluggann eftir því sem ykkur henta best. Það líka þetta rétti pönd, við vonum að komast að en ég get ekki ábyrgt það vegna tíma. En nú ætlum ég að gefa Drífu Snædal, forseta ASÍ, orðið með viðbrögð við þessari greiningu. Kæra þakki fyrir þetta og kæra þakki Vilhjálmur fyrir afar góða greiningu og kynningu. Þetta mjög mikilsvert innlegg inn í umræðuna. Það sem stendur upp úr finnst mér svona eins og maður hefur lýst í svona mjög niðursoðið að hrunið var millistéttakreppa en COVID kreppa hennar lægst launu og þú dregur það afskaplega vel fram í þessari greiningu. Það þýðir líka viðbrögðum við kófinu og hruninu þurfa að vera misjöfn. Það sem líka þú dregur fram svo afskaplega vel hvað við erum að gjalda þess að hafa sett í ekkin öll í eina körfu. Ferðaþjónustan hefur verið láglauna-atvinnugrein þó sem vilji benda og svo hefur ekki verið, þá það nú samt staðreynd. Auk þess sem að hún hefur líka verið einhverju leyti vettvangur ótryggra ráðningarsambanda sem líka stórt vandamál í afleiðingum kófsins og þar nefni ég leiðsögumenn til dæmi sem hafa verið verkefnaráðnir og fleiri. Ábyrgð okkar núna felst náttúrulega helst í því að grípa þá sem hafa farið illa út úr þessu og reyna að byggja upp til framtíðar þannig að það verði jöfnuður, en það gerist ekki eins og í flestum öðrum kreppum að það verði meiri ójöfnuður. Og mér finnst þetta sláandi þessar lýsingar sem þú ert að koma með að það eru vísbendingar aukin ójöfnuð nú þegar í eignaskiptingu, ekki bara í tekjuskiptingu, heldur eignaskiptingu líka. Og það tökum við til okkar og þetta ábyrgð okkar. Nú þetta beinir sjónum að því hvað óbúslega mikilvægt að við látum kerfin okkar virka til að grípa þá sem þarf að grípa og þá erum við náttúrulega að tala atvinnuleysistryggingakerfin fyrst og fremst, svona sem fyrstu viðbrögð.
auk þessara sértækra aðgerða hlutabætur og svo framvegis. En þetta ber líka sjónum að því hvað við þurfum að vera ofboðslega mikið á tánum að auka jöfnuð, bæði í tilfærslukerfunum okkar og í skattkerfunum, og við þurfum að taka allar ákvarðanir, hagrænar ákvarðanir núna út frá því að það verði ekki til þess að auka enn frekar þennan ójöfnuð sem þú teiknar upp að sé nú þegar að gerast. Og þá hefur maður náttúrulega sérstaklega áhyggjur af því að það hefur verið að létta sköttum af þeim sem eru þó að koma betur út úr þessu heldur en áður, á meðan það er ekki verið að styrkja kerfin okkar sem skildi atvinnuleysistryggingakerfin og svo framvegis með því að lengja í bóta tímabilinu, sem sennilega það skynsamlegasta sem hægt að gera, af því að eins og þú segir svo vel líka að þessi áhrif munu vara eitthvað lengra inn á þennan áratug. Enn og aftur, takk kærlega fyrir þessa greiningu. Hún skiptir okkur miklu máli og verður vonandi til þess að við getum tekið skynsamari ákvarðanir núna til framtíðar. Takk. Takk að kærlega fyrir þetta, Drífa. Þá gef ég Sonju Ýr Þorbergsdóttur, formanni BSRB, orðið. Já, takk fyrir þetta, og ég vil auðvitað byrja á að þakka sérfræðingahópnum fyrir þessa samantekt og sérstaklega Vilhjálmi fyrir hans greinagóðu yfirferð. Það er nefnilega mjög mikilvægt að við séum að bera saman, af því það er svo stutt á milli. Þetta er ekki nema 10 ár frá bankakreppu og COVID-kreppunni, hvaða hugtök sem við viljum svo sem nota yfir þessa mismundi reynslu. En við höfum varað við því lengi að það er ekki að grípa í nákvæmlega sömu verkfærakistu eins og var gert í bankakreppunni, en við verðum hins vegar að læra af henni. Og það er búið að koma mjög skýrt fram að þetta hefur mismunandi áhrif á fólk eftir hvar það stendur í tekjum, og þess vegna er mikilvægt að við lærum af því að það er búið að taka það saman af Gallup að fjárhagsáhyggjur, það er 7-falda líkurnar á kulnun. Þannig að við vitum að langtíma afleiðingarnar af því að hafa fjárhagsáhyggjur eru verulegar, og það verður að fara að velta fyrir sér stærri myndin í þessu, að það sé ekki eingöngu verið að horfa til skamms tíma hvernig við koma fólki fyrir horn, af því svo vitum við líka að það veldur álagi bara eitt og sér að fólk standi frammi fyrir kvíða og svona ótta við það sem er yfirvofandi út af heilbrigðisvandanum eða út af vanni. Í fyrri skýrslu sérfræðingahópsins þá er þetta dregið mjög skýrt fram að þeir sem eru helst að missa vinnuna, og eins og Vilhjálmur nefndi áðan, eru aðfluttir einstaklingar, og þetta er ungt fólk, og síðan er þetta þá hlutfallslega örlítið fleiri konur. Það sem til viðbótar við það sem að Drífa nefnir áðan varðandi að jafna byrðarnar, að þá held ég verðum sérstaklega að fara að beina sjónum okkar að því hvernig við ætlum virkilega að sporna við fátækt, og við getum líka lært af reynslunni á hruninu þar, og það er til dæmis með stuðningi við fjölskyldur varðandi tómstundaiðkun eða skólamáltíðir og svo framvegis. En aðalatriðið er að við þurfum aðrar mæliaðferðir til þess að grípa utan þessa hópa, þannig að við séum að beina stuðningnum þangað sem að mest er þörf á honum. Það eru mjög kynjuð áhrif af bæði bankakreppunni og COVID-kreppunni, en kannski stóru munurinn að sá að í kjölfar bankakreppunnar að þá var skorið svo gríðarlega niður í opinberu kerfunum að það jók álagið á konur. Bæði eru konur í miklu meiri hluta í störfum hjá hinu opinbera, en svo ber það líka megin þungan af álaunuðum störfum af ábyrgð heimilisins og barna. Þannig að þegar dreifur stuðningins opinbera, eins og til dæmis í umönnun barna eða þjónustu við fatlaða eða eldra fólk, og við sjáum það í kjölfar hrunsins út frá tölum Eurostat að þrefaldaðist þessi umönnunarbyrði þá sem að leggst aðallega á konur frá hruni, og sömuleiðis svo stöndum við ekki vel í Evrópumeðaltali þegar kemur að umönnun barna. Núna erum við aftur í þeim aðstæðum að meirihluti þeirra sem að standa í framlínu og eru að leggja allt undir til þess að berjast við þessa veiru er að meirihluta til konur, og aftur eru þær þá að hlaupa hraðar heima og í vinnunni. Og í þetta skipti þarf að grípa utan um það, að því út frá hinni kreppunni að það sjáum við að þetta hefur það langtíma afleiðingar, að það eru helst þessir hópar sem eru að leita til virk starfsendurhæfingarsjóðs, eru raunverulega að taka út þennan toll af auknu álagi í veikindum, og svo eru það helst konur yfir 50 sem eru að fara á örorku. Þannig að þetta er eitthvað sem við verðum að horfa til framtíðar líka, að grípa sérstaklega utan um þetta, og það verður að meta jafnréttisáhrif allra aðgerða.
Þakka fyrir þetta, Sonja. Ég hvet þátttakendur til að setja inn spurningar og athugasemdir núna þannig að við höfum færi á að fara yfir þær allar eða rétt upp hönd eða viljið frekar komast að. Þá ætlum ég að gefa Þórunni Sveinbjarnardóttur, formanni Bandalags háskólamanna, orðið. Takk fyrir það, Halla, og ég vil eins og aðrir hér þakka fyrir vinnu sérfræðingahópsins og þessa góðu greiningu og tel hana upphaf að stefnumótun og grundvöll fyrir kröfur sem að verkalýðshreyfingin og stéttarfélögin verða að gera til stjórnvalda í kjölfar þessarar kófskreppu og við erum auðvitað í henni miðri og þurfum að gera okkur grein fyrir því að hún mun hafa langvarandi áhrif, sérstaklega ef ekki verður gripið til réttra stjórnvaldsaðgerða. Og án þess að endurtaka mikið það sem hér hefur komið fram að þá liggur fyrir að við erum að tala kreppu unga fólksins, kreppu kvenna að einhverju leyti, það er að segja sérstaklega þeirra kvenna sem að vinna í velferðarþjónustu og heilbrigðiskerfinu og bera það álag og þær byrðar í meira mæli en karlar, auk þess að þær bera aðrar byrðar í samfélaginu svo sem eins og heimilisstörf og barnauppeldi. En við erum líka að horfa á, og það er kannski fyrsta skipti sem það gerist með svona skýrum hætti á Íslandi, að allt fólki sem að hingað hefur komið til þess að starfa með okkur og fyrir okkur og halda uppi vextinum í ferðaþjónustunni að bera þessa byrðar með miklu þyngri og meiri hætti heldur en aðrir. Og það er eitthvað sem er mikið áhyggjuefni og við þurfum að finna svör við. Mér langar líka að nefna að menningar- og listageirinn hefur orðið fyrir mjög þungu höggi. Það hefur verið reynt að koma til móts við hann og við þökkum það sem þegar hefur verið gert en það þarf að hugsa það til langs tíma og allt fólki sem í harkinu, sem sjálfstætt starfandi, ber þessar byrðar þær eru þyngri á þeim heldur en öðrum. Og bara rétt í lokin, ef við ætlum að vaxa út úr þessari kreppu eins og sagt hefur verið og stjórnvöld hafa bent á, þá verður það að gerast með meiri fjölbreytni í atvinnulífinu og mér finnst ábendingin og það sem að Vilhjálmur sýndi okkur hlutdeild ferðaþjónustu hér í samanburði til dæmis við löndin í Suður-Evrópu segja allt það hvernig ekki eigi að byggja upp útflutningsgreinar á Íslandi. Við verðum að fá fleiri greinar, meiri fjölbreytni og vaxa til framtíðar þannig að fólk geti starfað hér og búið hér, hvort sem að það hefur aflað sér háskólamenntunar eða annarrar menntunar og við séum ekki alltaf með öll eggin í sömu körfunni og það eins og hér kom fram líka vörn gegn sveiflum sem að hafa því miður leikið okkur grátt og mjög grátt á þessari öld. Ég læt þetta duga. Takk. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Þórunn. Það eru komnar nokkrar spurningar sem ég ætla svona, ef þeim er ekki beint til einhver sérstaks, ætla ég að taka að mér að stýra því hver svarar hverju ég ætla að byrja með. Hvet þátttakendur til að bera fram spurningar núna eða rétt upp hönd þannig að við getum komið öllu að. Fyrst ætla ég að það er athugasemd hér frá Grétu Ósk sem segir það er eitt sem ég vil benda á að þau sem eru tekjulág eru einnig líklegir til að búa við eða vinna í rakaskemmdu og mygluðu húsnæði sem er illa viðhaldið. Einkenni mygluveikinda geta verið eins og burnout einkenni og hún segist að safna gagnagrunni rannsóknar heilsufarsáhrif slíkrar innimengunar og að það komi vefsíðu loftið í desember eða janúar. Þakka fyrir þessa ábendingu Greta, mjög mikilvægt. Þóra Leósdóttir hefur lagt fram 2 spurningar. Ég ætla að byrja á beina þeirri fyrstu til þín, Drífa. Hversu vel rýma fjárfestingar stjórnvalda í viðspyrnunni við þessa stöðu sem Vilhjálmur lýsti, þessa greiningu? Vilhjálmur, svo mun ég gefa þér færi til að koma að svona alveg í lokin. Takk fyrir það. Ég myndi segja að það rýma bæði vel og illa. Það er náttúrulega að það hefur verið fjárfest í svona nýsköpun og svo framvegis, en við höfum hins vegar gagnrýnt það mjög mikið að það hefur skort á greiningar hvert verið að henda peningunum og hvernig þeir munu nýtast. Þannig að einhver svona algild viðbrögð til allra höfum við gagnrýnt mjög og sagt að það vantar að þegar ríkiskassin opnaður svona rækilega eins og hann hefur verið gerður undanfarið, að þá vantar greiningar og hvert er best að hvað er best að styðja við.
Nú þessar greiningar sem sérfræðingahópurinn hefur verið að vinna að okkar tilraun til þess að undirbyggja betur ákvarðanir stjórnvalda, ekki bara okkar áherslur, heldur ákvarðanir til framtíðar og þetta verður mjög gott veganest inn í það. Þannig að framsóknarsvar, bæði og. Takk fyrir þetta, Drífa. Þóra með aðra spurningu sem ég ætla að biðja þig að bregðast við, Sonja. Hún segir árum saman hefur verið undirmönnun í velferðarkerfunum og starfsfólk hefur verið undir miklu álagi auk þessum skortur á fagfólki í þessum kerfum og vísar þá til heilbrigðisfélags- og menntakerfanna. Hvernig hægt að fjárfesta í þessum hlutu atvinnulífsins, mennta fleiri og skapa fleiri störf? Þetta mjög góð spurning. Sko í grunninn að þá náttúrulega ekki bara það er ekki bara Ísland sem átt að sjá því, heldur bara öll undir í heiminum að það hafi verið farið á harkalega niðurskurð hjá opinberu kerfunum og þegar að reynir svona á okkur eins og með svona veiru að það átta sig allir á mikilvæginu og þá ég líka að tala lönd sem að hafa kannski ekki lagt jafn mikla áherslu á velferðarkerfi eins og við á Norðurlöndunum. Það sem að hefur verið gert eins og núna í fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar að skapa störf og það verið að grípa í gömlu verkfærakistuna. Það verið að skapa störf sem að 85% leyti, 85% fara að mestu í kallastörf og þetta það bara viðbrögðin hjá ríkinu sjálfu og við vitum og höfum verulegar áhyggjur af stöðu sveitarfélaganna sem líka stór atvinnurekandi og heldur utan þessa grunninnviði okkar og nærþjónustu við fólk og að mjög misjafnt í hvað stöðu þau eru til þess að bregðast við efnahagsástandinu af því að eins og ríkið hefur gefið út og við höfum stutt sérstaklega að þá að leyfa sér að vaxa út úr þessari kreppu en ekki að fara í þennan gríðarlega niðurskurð eins og síðast að læra af mistökunum. En sveitarfélögin eru bara ekki í sömu stöðu varðandi einfaldlega að fá lán eða að koma sér út úr þessu. Þannig að við höfum lagt ríka áherslu á að það sé virt samtal milli ríkis og sveitarfélaga til þess að verði ekki langtíma áhrif af þessu eins og ég lýsti áðan. En hins vegar hefur það samtal ekki gengið sérlega vel. En það að mínu mati ekki nægilega margir að átta sig á mikilvægi þess að það líka fjárfesting að fjárfesta í umönnunarstörfum, í heilbrigðisþjónustu og svo framvegis. Og núna umræðan svolítið að hallast á þá leið að því að heilbrigðisþjónustan getur kannski ekki staðið undir öllu sínum kröfum eins og staðan í dag, en það hefur svona fjármögnun hennar hefur ekki alveg verið með þeim hætti sem við hefðum viljað sjá. Þau bara einfaldlega fá of lítinn pening og þeirra svona hvatar virka þannig að þeir minna sem þau gera því líklega að þau standist innan ramma. En aftur á móti þeir sem eru á einkamarkaði í heilbrigðisþjónustu að það eiginlega öfugt hvatakerfi. Því meira sem þau gera því meira fá þau. Þannig að þetta talar ekki saman og við viljum gjarna sjá breytingu á því. Og í grunninn þá held ég verðum einhvern veginn að fara að tala meira það að fólk átti sig á því að það eru verðmæti því að sinna fólki, ekki bara í húsbyggingum eða vegagerð. Ég ætla að láta þetta duga í bili. Þakka fyrir þetta, Sonja. Hér spurning frá Auði Ölfu sem ég ætlaði kannski að biðja þig að bregðast við, Þórunn. Hún spyr hvað finnst ykkur áform niðurlagningu nýsköpunarmiðstöðvar í ljósi stöðunnar og hvað fleira telja þurfa að gera varðandi það að skapa fleiri og öðruvísi störf sem krefjast menntunar? Takk fyrir þessa spurningu, Auður Alfa. Við höfum áhyggjur af því hjá BHM að það að leggja niður nýsköpunarmiðstöð. Mér skilst reyndar að málið hafi ekki verið afgreitt eða verði ekki afgreitt frá Alþingi fyrir jólahlé. En það þarf að fá svör við því hvað taki við og hvernig eigi að styðja við nýsköpun með öðrum hætti. Og þeim spurningum bara ósvarað núna hvað varðar þetta tiltekna frumvarp og þetta tiltekna mál. Að öðru leyti þá eins og Sonja var að benda á með fjárfestingar hins opinbera, þá þurfum við svo miklu meiri fjárfestingar í rannsóknum og annarri nýsköpun og það auðvitað þannig með þær fjárfestingar að við vitum ekki nákvæmlega hvað kemur út úr þeim. Það ekki eins og að setja bundið slitlag á veg, en þær geta hins vegar fært okkur til langs tíma svo margfalt virði fjárfestingarinnar. Og ég held að við verðum að hugsa miklu lengra og miklu víðar í fjárfestingum í mannauði sem auðvitað fjárfesting í menntun, alls konar og að það sé í rauninni eina leiðin til þess að komast í gegnum þessa kreppu þannig að við vöxum út úr henni. Takk.
Takk fyrir þetta Þórunn. En Sonja, þetta ekki svona ákveðið bókhaldsvandamál hjá ríkinu? Því að nú að þú byggir spítala þá getur þú kallað það fjárfestingu og fært hann undir eignir. En ef að þú setur peninga í rekstur þá fer það undir rekstur og þar að leiðandi bara hrein útgjöld. Það náttúrulega í grunninn þetta viðhorf sem hefur alltaf fylgt velferðarmálunum, þetta séu bara hrein útgjöld og ég velti aðeins fyrir mér í ljósi nýs frumvarps sem að félagsmálaráðherra var að leggja fram, þar sem að voru að leggja mat á það hvers virði það væri til framtíðar að styðja við börn í erfiðum aðstæðum og það væri svona þverfagleg þjónusta og utanumhaldi í þeim efnum, hvort að þetta sé vísir að nýjum hugsunarhætti og maður auðvitað leyfir sér að vona það, af því ég held að það sé svo mikilvægt að fara að átta sig á þessum áhrifum. Það hafa allir mjög mikinn áhuga og það svona opna allir eyrun þegar það verður að ræða nýgengi örorku eða fjarveru frá vinnumarkaði vegna veikinda, en það er aldrei verið að velta fyrir sér að hvaða ástæða það er. Og ég meina sveitarfélögin hafa verið rekin með halla í rúmlega 25 ár og eru með mjög lág laun. Þau eru einfaldlega ekki samkeppnishæf við aðra. Þannig að það blasir svolítið við hvaða áhrif það hefur þegar fólk er að hlaupa svona hratt til svona langs tíma og það er hreinlega bara óþolandi að einstaklingarnir sjálfir sem eru að velja sér þessi störf, að sinna öðrum eða raunverulega bara í almannaþjónustu af hugsjón, eigi að bera byrðarnar ein og í hljóði, raunverulega bara þá með því að þurfa að víkja vinnumarkaði í framhaldinu. Þannig að við þurfum að fara endurmeta og raunverulega bara leiðrétta þetta skakka verðmætamat og þessa sýn á hvernig við horfum á hlutina. Óáþreifanleg verðmæti eru líka verðmæti. Takk fyrir þetta. Drífa, örstutt svar kannski með spurningu frá Þorsteini Vilhjálmssyni. Þýska ríkið greiðir laun fólks sem kemst ekki í vinnuna vegna sóttvarnaaðgerða. Af hverju gerum við þetta ekki þannig, er spurningin. Já, nú var ég að viðurkenna að ég þekki ekki útfærsluna hjá Þjóðverjum, en það er almennt talið að það skynsamlegasta sem hægt er að gera er að reyna að viðhalda ráðningarsambandinu og fara þá hlutabótaleiðina sem að við fórum. Auk þess erum við með laun í sóttkví, þannig að þeir sem fara í sóttkví, að þeim er tryggð laun. Það var reyndar ekki verið mjög mikið notað, en þetta var fyrsta lagasetningin sem var farið í. En þannig að við erum svo sem að greiða úr ríkissjóði laun fólks sem að einhverjum ástæðum kemst ekki vinna, þó að sé bara hlutfallslega. Að öðru leyti að þá þekki ég ekki einhvers konar algildar launagreiðslu frá ríkinu til fólks sem kemst ekki vinna, en við höfum safnað saman alls konar úrræðum í okkar verkfærakistu að sama markmiði, þó að betur megi gera. Takk fyrir þetta, Drífa. Vilhjálmur, umræðin er búin að fara svolítið víðan völl. Bjóða þér að bregðast kannski aðeins við hérna í lokin, líka tengt þessum spurningum aðgerðir til að mæta stöðunni sem að þú varst að lýsa í þessari greiningu. Ég held að það sé mikilvægt að kanna stöðu þeirra sem að verst hafa það í samfélaginu, hvað varðar tekju- og eignaójöfnuðinn, og árið 2021 sé ár sértækra aðgerða. Í því sambandi má líka nefna að það er fórnarkostnaður af ráðstöfum ríkisins í aðgerðir. Það mun koma sá tími að það þarf að ná sjálfbærni í ríkisfjármálum og öðru. Þess vegna er svo mikilvægt við könnum stöðuna og beinum fjármunum til þeirra sem mest þurfa. Takk fyrir þetta. Með þessu vil ég undirstrika mikilvægi þess að ákvarðanir og stefnumótun byggja á góðum greiningum. Við þurfum að vita hvernig veruleikinn lítur út áður en við finnum leiðir til að bregðast við honum. Glærusýningin sem Vilhjálmur fór hérna í gegnum verður birt ásamt stuttri samantekt á heimasíðum sambandana, á heimasíðu ASÍ og BHM og BSB og ásamt svona samantektar glærum þar sem farið yfir þessa greiningu. Og þessi viðburður var tekin upp og verður settur á YouTube. En nú er klukkan eina mínútu í lok og mér er mikið í mun að klára á réttum tíma þegar maður er að draga fólk á svona Zoom-fundir sem við fáum vist öll nóg af þessa dagana. En ég vil bara þakka öllum sem tóku þátt og sérstaklega ykkur sem lögðu hérna fram efni og tóku þátt í umræðunum. En þakka ykkur öllum sem að fylgdust með. Takk fyrir okkur.